Einu sinni var 11. þáttur kirkjubyggingar. Árið 1090 var heimsveldi Karls mikla hrunið og þar með draumur hans frjálst og menntað mannkyn. Vegir urðu ótryggir, ferðamenn leituðu verndar landeigenda. Þetta var lénsskipulagið. Komdu með pingjuna. Aurana strax. Gerið svo vel, herra, takk við þessu. Ó, ræningjar, hérna! Láttu mig að ganga. Hjálp, eldur! Það logar í turninum! Svona myndi keðju. Varlega, þú bleitir á mig fæturna. Já, ég kemst ekki nærri með vatnið, eldurinn er heitur. Eldurinn er ágætur. Eldurinn er ágætur. Reyndar er hann fallegur, já. Já, það er sjón að sjá. Ég skal sýna ykkur eitt og annað. Já, farðu og slökktu í eldinum aumingiðinn. Það tekur því valla. Kom inn. Hann er hér, listamaðurinn er hér. Hægan, kunningi. Þetta er nýjasta gerðin af turnum. Ekki sem verst. Þannig búið að setja aukabita. Hann gerir ekkert gagn, en þetta er fallegra. Ég vann. Komið ykkur að verki. Það er að komast mynd á þetta. Já. Já, en það er heldur skrítin mynd. Finnst þér þetta ekki fallegt? Nú, já. Hvað? Hvernig líst þér á þetta? Er þetta ekki betra? Jú, auðvitað. Ég sagði ykkur að fara eftir teikningunum. Aulinn þinn. Sérðu ekki að turnin er skakkur? Maður fær enga hjálp nú orðið. Þú þarna. Þú virðist greindur. Viltu hjálpa mér? Já. Fínt er. Gættu þess að stillarsarnir séu traustir. Áfram með fjörið. Hestur niðar er sælar, við getum farið. Höldu nú að veiða. Svona, klárinn. Þessar hálsólar er ekki nógu góðar. Eitthvað er nú kannski hægt að bæta þær, já. Jú. Já, litla dýrið. Nú verður fjör. Já, en svona, kannski má herða þær. Nei, það gengur ekki. Já, ég verð að finna annað ráð. Hvað amar að, herra? Þessi þorskaus hugsaði það eitt að flýja í staðins að hjálpa mér. Hafðu þetta. Ég hygg að nú verði þér ánægð með verk mitt. Það vona ég þín vegna. Afbragð. Nú verður víðsýnna og hægar að koma auga á ríka ferðalanga. Þetta er ekki sem verst. Við sjáum þá í margra mílna fjarlægð. Hvað er það sem ég sé á veginn? Já. Loksins finnum við byggð þar sem okkur verður óhætt. Göngum áfram, félagar. Áfram. Erum alveg að komast. Mér líst vel á þig. Komdu til borgarinnar, ég skal finna þér einhvern starfa. Pétur og nokkrir fleiri leiguliðar hafa flúið og er á leið til borgarinnar í vonum betri kjör. Okkur er veitt eftirför. Svo þið ætluðu að sleppa, drengir. En vantar einn.
Aðallinn hugsar það eitt að græða og sama að segja kirkjunar menn á 11. öld. En innan veggja borgana bærðust frelsishugsjónir. Þetta átti eftir að koma vini okkar á óvart. Styrtu fátæka góði maður. Ég á ekkert. Komið bræður, maturinn tilbúinn. Þessi efni. Þessir gimsteinar. Þetta svo fallegt. Borgin vissulega athyglisverð. Nei, nei. Athyglisverð, það? Víst borgin athyglisverð. Hér Sönnuðs. Góðan dag. Góðan dag. Pétur! Nýjasta áætlun mín. Lítið á teikninguna. Kirkjan verður krosslaga. Þar skera kórinn og skipið þverkirkjuna. Ég vil ekki heyra minnst á lágar hvelfingar. Þær eiga að stefna upp til himins. Má ég líta á þetta? Samkvæmt útreikningum mínum, já, og það ætti þetta að ganga með hliðar og... Handleggurinn á mér. Þetta átti að ganga. Er allt í lagi? Takk þér fyrir allt, Petra. Ég neyðist til að endurskoða þessa útreikninga. Allt dettur niður og getur þar af leiðandi ekki staðið uppi. Þar af leiðandi vantar stóðir. Við búum til stóðir, Pétur, skilurðu það? Stóðir. Mér finnst hann fullur efasemdarbálvaður. Nei! Pétur, nú ég viss í minni sök. Nei, þetta ólíkindum. Pétur, allt í lagi? Stálslegin eins og þú sérð. Já, stálslegin. Hans heilaleiki hefur nú boðað til krossferðar gegn trúleysingum sem gæta grafar Krists. Hann sagði orðrétt: farið synir og sigrið heiðingjanna, það er Guðs vilji. Já, það er Guðs vilji. Til Jórsala! Til Jórsala! Til Jórsala, það er Guðs vilji. Ha? Hlunkur! Vinur minn. Kemurðu með? Ég vil halda mig sem lengst frá honum þessum. Áfram með smjörið. Svo þarf ég að ljúka verkinu svo eitthvað sé nefnt. Já, ég skil hvað áttið. Áfram! Fram í nafni drottins! Engin vestrænt þjóðhöfðingi var meðal þeirra sem fyrstur tóku sig upp í krossferðir. Vilhjálmur Englandskonungur, Hinrik IV hinn þýski og Filippus I Frakklandskonungur höfðu allir verið bannferðir af hinum stranga Úrbanus öðrum páfa. Mörg ár eru liðin frá því krossfararnir fóru. Lífið heldur áfram sinn vanagang í borginni. Menn sofa naktir, en þrífa sig alklæddir. Snirtingin hálfgerð skemmriskýrn. Förum og lítum á litlu systur. Leiðin að sofa. Verið þæg, sjáumst í kvöld. Þennan morgun gekk á ýmsu á torginu. Pétur einbúi var kominn heim. Við börðumst í krafti trúar okkar. Ég spyr þig, Guð, eru syndur okkar fyrirgefnar? Tíminn leið. Eitt góðan veðurdag. Gleymum aldrei þeirri ráðningu sem við veittum villimönnunum. Já, já.
ert komin aftur. Sjáðu til, við fórum til orustu 15.000 talsins, við rættum nokkur smáatrið og þeir fjallust á sjónamið okkar. Loks hóf ég fán okkar að húni í virkinum í Jerúsalem eða Jórsölum. Þú ertu frjáls maður og getur hjálpað okkur við verkið. Já, já. Óskapur þetta lagleg sölustúlka. Víst er hún lagleg, en þú ert ekki sá rétti, vinnur minn. Nei, Þú ert heyrðu kaldur mig. frekir, sjáðu til. Slepptu mér fatturinn. Hún elskar mig af öllu hjarta, ofreitt, harla lítið, ekki neitt. Það er á því að berháttamann og almannafæri, svo gæti ég kvefast. Af öllu hjarta, ofurheitt, harla lítið og ekki... Slepptu nú vesarins fuglinum hlunkur. Styrkur skepnuna liggur í öxlinu og hálsinum. Þar má ekkert vera sem geti kæft dýrið. Hvað er til ráða? Hvað er til ráða? Hvað er til ráða? Það mætti reyna stífan kraga. Hvað þá? Nei, drengur, hugsaðu málið. Dýri myndi meiða sig á stífum kraga. Ég hef ekki heyrt af vitlausara. Bara ekki heyrt af. Hvað þá? Nei. Ó, já, nei, þetta gengur alveg. Já, jú, þetta gæti nú gengið. Bíðum við. Mér finnst þetta óvitlaus hugmynd. Hún er í það minnsta betri en þínar hingað til. Í dag er hátíð og allir taka sér frí frá störfum til að horfa á burtriðarnar. Annar keppandinn er engin annar en... Hefða, þú fer nú létt meðan þennan. Jæja, börnin góð, nú er að hefjast kennsla. Rosa, rosa, rosa. Rosa er rósan. Fyrir takk. Hvað heitir þetta land? Jæja, þar kemur að því, já. Þetta býttu nú við. Já, það ætti að ganga. Já, sjáðu vinur, nú veit ég. Sjáðu, hvað sagði ég? Stífur kragi yfir axlirnar leysir málið. Já, þetta er uppfinning aldarinnar. Nú lifir nafn mitt með komandi kynslóðum, hugsaðu þér, nú opnast nýjir möguleikar á flutningum og verslun, allir nóta góðs af, allir. Þetta er stórkostlegt hjá mér. Hvað á þetta að þýða? Einhver hefur stolið hugmyndir minni. Sumt fólk svífst nú einskis, ég er sammálaðir í því. Nokkrir áratugir eru liðnir, nokkrar kynslóðir hafa vaxið úr grasi, önnur krossferð var farin og lyktaði með ósigri. Borgirnar búa við frelsi, háskólinn er öllum opinn og kennsla þar er ókeypis. Þar má læra guðfræði, lög, ræðulist, listir og læknisfræði. Meðal kennara voru Albert Mikli frá Þýskalandi, Thomas Aquinas frá Ítalíu, Abelard frá París og hinn enski Robert Bacon. Í dag á eitt barnabarna Péturs að útskrifast. Eldur! Þetta var Guðsvilji, já Guðsvilji sem enginn skildi andmæla. Á þessum bletti skulum við öll leggja hönd á plóginn við að reisa stóra alþýðubyggingu. Dómkirkju þar sem sérhver maður getur beðist fyrir og átt víst athvarf. Er það ekki háleit hugsjón? Er það ekki stórkostlegt? Hvað segið það? Hvað? Og ekki nóg með það, hér meðal okkar eru staddir 2 húsagerðarmeistarar. Notið tækifærið, framlög vantar. Húrra! Kæra. Menn hófust handa af miklum eldmóði. Er þið þyrstir? Svo sannarlega. Þið eruð ekki svifaseinir. Varlega. Áfram. Þetta er mikill eldmóður. Hvað er þetta að gera? Þú sér að þetta er gagnslaust.
Menn lagðu sig svo sannlega fram. Þetta er ágætt en það er svo nýlegt. Það er óðsmanns æði að eyðileggja þetta listaverk. Nei, nú er það eins og antík. Hádegismatur. Heilsa nú pappa. Svona, heilsiði pappa. Halló, pappi, halló. Jæja, nú skulum við hífa. Eru þið klárir, drengir? Já, byrjum bara. Varið ykkur. Gættu þín, hlungur! Heiðingar eru í Jórsölum og Vanhelgalandið, Helga. Nú verður farin krossferð. Við leifum ekki hundingjörnum að snerta gröf Krists. Við komum fljótt aftur. Ég fel þér elsta son minn. Ég kenn honum að mala serkina. Her Filippus Ágúst Frakklandskonungs mætti her Ríkardar Englandskonungs við Akko. Jæja, vinir. Váleg tíðindi. Lát heyra. Rauðskeggur keisar er látinn. Látinn? Hann gerði umsátur Koríu, höfuðborg Armeníu. Þá ákvað hann að fara í sund. Til allrar ógæfu fekk hann krampa og dó. Hvað er þér ráða? Við sitjum áfram Akko, Ríkardur, hvað sem tautar. Ég ætla að... Nei, við erum fáliðaðir, gerum árás. Já, rétt hjá honum. Það er satt, blásum til orustu. Allt í einu sást til herja Saladin sem komu til að bjarga borginni. Nú kemur áhlaup ekki til greina. Báðir aðilar reistu búðir við virkið, tortryggnin réði ríkjum en þó var stofnað til vináttu. Grátt svæði var afmarkað, þar voru 7000 verslanir, vöruskipti voru stunduð og menn fengu brennivín fyrir vopn og brynjur fyrir geitur og svo voru haldnar veislur. Þeir eru allt of margir, allt of margir. Ýmsir möguleikar voru skoðaðir. En loks var gert skyndiáhlaup. Hér erum við. Þegar Frakklandskonungur kvaddi, blakti fáni krossvara við hún. Þú gerðir skyldu þína, Filippus. Ríkarður fyrsti hélt áfram til Jórsala og hlaut viðurnefnið Ljónshjarta. Dans! Við erum umkringdir. Það er út okkur. Guð leiðir okkur. Áfram! Krossfararnir komu til Jórsala. Ríkardur lagði ekki áhlaup. Virkin voru of ramgir og herans umkringdur herjum Saladins. Umsátursmenn gáttu sjálfir orðið umsetnir. Hermennirnir lögðu niður vopn og slóu upp búðum. En einn morgun, meðan krossfararnir sváfu,
Áfram, Bjössi! Við mölum þá! Áfram, Bjössi! Hnúkur! Ríkharður og nokkrir riddarar gátu klæðst brynjum og gert árás. Eftir margra stunda orustu voru Ríkharður og hestur hans líkastir brotgöstum því margar örvar höfðu hægt á. Hesturinn hans sprakk. Þann 3. september 1192 gerðu Ríkharður og Saladín samning að kristnir menn mættu fara frjálsir ferða sinna landið helga. Ríkharður Ljónshjarta lagði aftur í krossferð síðar til að ná Jórsölum aftur. Vinur hans Saladín sagði: "Ég vil heldur tapa löndum mínum til þín en nokkurs manns annars í heimi hér." Árin liðu, börn Péturs héldu verki hans áfram, barnabörn hans tóku við, kynslóð tekur við af kynslóð og veggirnir hækka stöðugt. Dómkirkjan senn fullgerð. Vinir, nú verður farið ný krossferð. Enn hafa heiðingjar vanvirt landið helga. Takið eftir, enn hafa heiðingjar vanvirt landið helga. Takið þátt, takið þátt. Gerið sjálfboðaliðar, gerið sjálfboðaliðar. Til dómkirkjunnar. Já, það veitir ekki á að styrkja hana, já. Heyrðu, ferðalög eru holl fyrir æsku fólk. Þau eru það. Við föllumst á að taka okkur með. Húrra, nú veit ég. Jippi, 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 jippi. Nú er þetta alveg fullkomið hjá mér. Alveg fullkomið. Varlega þarna uppi. Þetta er fullkomið. Meðan næri því. Já, já. Læra hann og gefa hann mjölu dátishorn. Læðir hann þennan, já, gerð. Hægan, hægan, þetta er minn viðskiptavinur. Réttir það sér að minn, mann getur skjáttlast. Þess hef mér lífsmarkið, ég á hann. Meistari, komið að líta á gjafir okkar til kirkjunar. En ég er önnum kafinn, ég er í miðju verki. Andartak, hvað er þetta? Fallega styttur, ekki það? Hýrliti hérna. Já, já. Sá þessi Maríumynd, hérna, þessi Maríumynd er miklu betri. Þessi gluggi hérna, hann er Bíddu miklu aðeins við. ristavirki. Bíddu, farðu. Ættirðu. Fínt, við skulum koma. Varlega þarna niðri. Þetta er hágotneskur stíll. Nú tollir hún þó uppi, ég vissi það. Guð blessi þessa vegg. Ég trúi þess ekki. Amen. Já, en já. Komið bræður, gangið inn í Guðs hús. Komið bræður, gangið inn í Guðs hús. Komið bræður, gangið inn í Guðs hús. Komið. Nú. Jú, stórkostlegt. Guðdómlegt. Ekki tróðast svona, hvað er?
Hlaupum nefra, hvort aftur inn á framan, aftur inn. Ég er einn undan þér, ég er undan þér. Ó, Svona, flýtum okkur. inn í kirkjuna. Dómkirkjan, þetta hús alþýðunar, var loks fullgerð í allir sinni dýrð. Enn voru farnar nokkra krossferðir, í einni þeirra var hinn hákristna Konstantínópel tekin og rænd fyrir mistök. Síðustu krossferðinni lauk með falli síðasta virkis kristinna manna, Akkós, árið 1291. Þar með lauk verkinu sem Urbanus páfi annar hafði ráðist í 2 öldum fyrr undir slagorðinu vilji Guðs. En hvað sem því líður voru kirkjubyggingar Evrópubúa á 12. og 13. öld mikið listrænt afrek.